Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl, ég heiti Oddný Eir, verið velkomin í mannréttindaspjall ykkurs konar við rauðaborðið eða jafnvel fjölmiðla gagnrýnisspjall, ég veit ekki hvað við eigum að kalla það, kannski bara heimspekispjall. Hér er komin landfræðingur, heimspekingur, leikmyndasmiður, fjölskyldumaður, Finnur G. Olgusson, þakkaði fyrir að koma. Já, kærlega fyrir að fá mig. Þú sendir dálítið svona harðorða og ítarlega ábendingu eða kvörtun til fréttastofu Ríkisútvarpsins núna fyrir nokkrum dögum. Já. Og fórst svona dálítið yfir fórst eiginlega svona sýndi fram á hversu eiginlega svona ófagleg fréttamennskan væri í tengslum við þjóðarmorðið í Palestínu. Getur þú kannski bara fyrir þá sem að ekki hafa séð þessa færslu á Facebook, að því að kannski hafa bara þeir síðanar sem eru sammála, þannig að við getum kannski freista þess að ná til fleiri? Já, sko, eiginlega kveikjan að því var bara að ég er náttúrulega búin að vera að fylgjast með þessum máli í ég er í mörg ár, sko, löngu árin atburðirnir 7. október með eftirfylgjandi stríðsátökum á þessu stað, og það hefur svona farið fyrir brjósti á mér og þetta mörgum öðrum að hvernig fréttaflutningurinn hefur verið af í rauninni málefnum Ísraels og Palestínu. Og ég hjó sérstaklega eftir því ég var ein frétt sem var að starfsmenn Rauðakrossins eða Rauða hálfmánans hefðu verið drepnir eða fundist látnir, eins og var sagt í frétt RÚV. Á meðan ég hafði til hliðsjónar frétt Guardian sem var reynt að skrifa nokkrum klukkutímum síðar, en var töluvert ítalegri og fer yfir það hvernig þessir mannúðarstarfsmenn og bæði sjúkralega bráðalegar og starfsmaður Sameinuðu þjóðanna voru í rauninni myrtir í köldu blóði, sumir hverjir í rauninni bara teknir af lífi við vegg, bundið fyrir hendur, bundnar saman hendur og síðan grafnir í fjöldagröf í einhvers konar yfirhylmingu ísraelska hersins, sko. Og í íslensku fréttinni þá er ekki komið inn á að hver gerandinn er í rauninni í málinu fyrir en í einhvers staðar miðbik greinarinnar sem er í rauninni stutt, og þar er minnst á það að Ísraelsher hafi játað að hafa skotið á sjúkrabíla á bíla sem að þeim fannst vera að haga sig grunsamlega, og þetta er sérstaklega tekið fram að þeir hafi verið grunsamlegir. Og hafandi fylgst með þessum málum í svona langa tíma, þá finnst mér eiginlega bara gjörsamlega ótrúlegt að þú getur unnið á fréttastofu og unnið við miðlun frétta og upplýsinga til almennings og ekki verið farin að grípa það hvernig Ísrael tekur á þessum málum. Hvert einasta sinn sem þeir verða uppvísar að einhverjum stríðsklæpum eða hörmungum eða misþyrmingum, ofbeldi, nauðgunum og barsmorðum, þá í fyrsta lagi neita þeir öllu eða kenna einhverjum öðrum í öðru lagi reyna þeir að sýna fram á að þetta hafi staðið einhvers konar ógn af þessu fólki. Og svo í þriðja lagi þegar þeir hafa í engin önnur hús að venda þá viðurkenna þeir að þeir hafi staðið fyrir þessu, en þetta skiptir í rauninni einhver máli, sko. Og í hvert skipti sem að fréttamenn apa upp vitleysuna eftir ísraelskum ráðamönnum, þá skapast einhvers konar skekkt mynd af ástandinu sem er ósönn fölsun á því sem er að eiga sér stað. Heldur þetta sé einlægur brotavilji eða hræsni, eins og þú segir, er þetta aulaskapur í bland?
þú veist það sem PR-fulltrúar ríkisstjórnana fréttatilkynningarnar og frá PR-fulltrúum og slíku eru farin að vera ígildi frétta og kannski fréttamiðlar sem hafa ekki mikið bólmagn, get ekki raunverulega unnið úr fréttatilkynningunum talað heldur bara einhvern veginn birtaðar nánast beint sko og við gerum þá kröfu til Ríkisútvarpsins eins og þú segir. Akkurat. Og fréttastofur Ríkisútvarpsins að þar séu betri vinnubrögð og þetta krafa svo sem núna enduróma svolítið í samfélaginu að það ákveðin óánægja með einhver svona slök vinnubrögð. Já, mín upplifun af þessu einhver blanda þessu öllu saman sko. Maður hefur náttúrulega heyrt frá einhvern veginn öllum sem hafa starfað við fjölmiðlun á þessum stóru miðlum að krafan einhvern veginn svona framleiðslu frétta sé mjög hörð og oft unnið í miklum flýti og stressi og ég vil taka fram sko að manneskjan sem að skrifaði þessa frétt, Ólöf Ragnarsdóttir, hefur að öðru leyti staðið sig bara mjög vel í þessu og reynt að koma með ýmsar hliðar. Þessi frétt var hins vegar ekki góð og svona það sem bítur höfuð að skömminni einhvern veginn það að ég til dæmis sendi þetta erindi sem að mér fannst mjög vel rökstutt þar sem að ég fer bara svona yfir samanburðin við bara það sem í raun og veru gerðist og hvernig RÚV hvaða mynd RÚV dregur upp að þessu að jafnvel enn þann það í dag núna einhverjum 4 dögum síðar þá var ekki komin nein önnur uppfærsla eða nein önnur frétt málið. Þú ekki fengið neitt svar væntanlega? Nei, ég býst ekki við að fá svar sko. Þetta hef ég sjaldnast gert að því ég hef kvartað á einhverjum svona vettvangi sko. En hefur áður sendt svona til fréttastofunar? Já, örugglega einhvern tímann. Ég man ekki út af hverju en það svona þegar manni blöskar sérstaklega sko. Ég sá að einhverju fleiri höfðu sko haft samband við Heiðar Örn sem fréttastjóri RÚV. Já. Og hann hafði svarað einhverju svona diplósvari þar sem hann talar að almenningur hafi rétt á því að fá að vita hvað gerðist en hafi einnig rétt á því að vita réttlætingar og rök ísraelskra ráðamanna sko. En þá verður kannski að skilja þar á milli. Já. Það kannski það sem við erum að fara svona krefjast svolítið, það að vita, fá ekki bara einhverja súpu af upplýsingum að það sé eitthvað fagfólk, einhver fagmennska, það sé einhver reynsla eins og þú segir sem að getur greint á milli og þá sagt okkur, þú veist. Þetta eins og þegar ósátt við þegar bara einhverja upplýsingakálfar í blöðum voru allt í orðinir auglýsingakálfar og maður vissi ekki munin einhvern veginn. Þannig að núna vil maður vilja vita samkvæmt. Já, við verum að fá einhvers konar samhengi sko. Já. Og það sem að ég svona kannski það sem að ég myndi vilja gagnrýna í þessari nálgun Heiðars í rauninni sko eitthvað sem að vestrænir miðlar og við erum örugglega út allan heim stóri miðlar sem eiga allt sitt undir því einhvern veginn svona einhverju viðskiptavild jafnvel eða heyra undir ríki og þetta getur verið svona kannski svolítið brothætt samband svona ákveðið það ákveðið svona blindblettur á ákveðin mál sko. Þarna hann að tala að við ætlum að segja frá rökum og sjónarmiðum ísraelskra ráðamanna en ég hef ennþá ekki séð neina frétt sko, neina fréttir eða upptalningu hjá RÚV öll verstu rasískustu nasískustu ummæli síonistana í ísraelska á ísraelska þinginu sko. Nei. Sem eru alveg svakaleg. Þetta finnst mér erindi við almenning. Sérstaklega því að sko við komumst ekkert hjá því að fjölmiðlar eru skoðana myndandi. Hvort sem þeim líkar það betur eða verð sko. Við erum alltaf að leita að einhverju svona þessari svona kjölfesta dómgreindarinnar, einhvers konar norm eða einhvers konar viðmiðun bara og svo getum við verið ósammála og svoleiðis. Og það þessi kannski, hávara krafa finnst mér núna, bara síðan fyrir ári síðan 2 ára og raunverulega bara stigmagnast eftir líka Ásthildar Lóu umfjöllunina. Akkurat, þetta svona ákveðin tvískunungur sko. Já, það raunverulega, það eru fleiri farin að átta sig á því að þessi fréttaflutningur
fréttastofu Ríkisútvarpsins ekki lengur, eða menn gefa sér allan að hann hafi verið faglegur áður eða en það bara sé það ekki sko. Ég held sko að einhverju leiti hafi tímarnir breyst líka. Ég einhvern veginn hef allt mitt líf upplifað fréttastofu RÚV sem frekar hægri sinnaða sko. Ég man að einhvern tíma átti sér stað átti að eiga sér stað einhvers svona hreinsun á sko útvarpi, Ríkisútvarpinu, af því að það þótti svo vinstri sinnað. Og þá sérstaklega Spegillinn fyrir að vera bara með góða fréttaskýringar sko. Og það má ennþá finna sko góða fréttaskýringar á RÚV, en það eru þessi þættir, það er heimskviður og þetta helst og helst í útvarpinu sko. Og lestin eða þessi menningarþættir oft eru mjög gagnrýnir. En fréttastofa RÚV er einhvers konar virkar eins og hálfgerður steingervingur sko. En það hafa nú svo sem verið átök í gegnum tíðina. Þetta er ekki eins og þetta hafi alltaf verið bara sko, þetta norm hafi bara verið samþykkt eða þetta hafi verið samþykkt sem eitthvað sko hlutlaus viðmið. Það var náttúrulega, ég man oft, maður er svo gamall, maður man eftir sko svona deilum bæði innanhús og utanhús hvort að einmitt væri of mikil hægri, hvort það væri of mikil pólitísk íhlutun sko. Já, ég held að einhvern veginn sko mér finnst upplifun mín af bæði RÚV og bara einhvern veginn svona hinu opinbera í dag er að samþykja bara þessa heimssýn að sko afstöðuleysi sé einhvern veginn ekki pólitískt. Að þú geti komist upp með einhvern veginn sem blaðamaður eða fréttamaður að í rauninni segja bara fréttirnar. Þú ert bara að tilkynna eitthvað en þú ætlar ekki að grafa neitt dýpra og þú ætlar sko alls ekki að nota orð eins og þjóðarmorð eða útrýmingarherferð sem eru í rauninni langsannasta lýsingin á því sem er að gerast sko. Þessi stað einhvern veginn ætlar að labba með mingvasan sko. Passa hann brotni ekki. Og þetta er kallað ekki pólitískt, en auðvitað er þetta hápólitískt og þetta er afstaða að taka þá ákvörðun að sýna svona skekta mynd. En getur ekki verið að við höfum verið svolítið svona sofandi eiginlega gagnvart því að við höfum látið svolítið sannfærast að orðræða ákveðin núna hugsa maður bara alls konar þætti svona orðræða og fréttaflutningur og upplýsinga að það sé að hún sé á einhvern nátt hlutlaus. Ég veit ekki, þetta er eins og það hefur verið ótrúlega mikil sannfæring einhvers staðar, eða ég veit ekki hvernig það hefur verið til orðið sko, það er sjálfsagt mjög mikil greining, en mér finnst svona eins og við höfum öll svolítið svona sofnað á verðinum gagnvarti og við erum bara sætt okkur við ákveðna svona fréttaflutning og við þetta væri kannski aðeins til hægri eða svoleiðis, en svo bara gerist eitthvað raunverulega óbúðslega vakning núna 7. október verður í kjölfarið hjá ungu fólki líka. Já. Og þá einhvern veginn bara sættum við ekki okkur lengur við þetta sko. Nei, einmitt. En það líka kannski verður sko grímulausara. Það sem er að einhverju leiti ekki gott merki að Ísrael í rauninni bara upplifur að það geti í rauninni bara gert hvað sem þeir vilja sko. Það verða engar afleiðingar. Mér finnst glæpurinn sko, tölum fjölmiðla er bara einhvern veginn að sjá þetta ekki sko. Sjá ekki hvað er í stað og sko eru að gefa okkur einhver brot einhverja ljósmyndir af ástandinu sem að einhvern veginn ef maður safnar öllum saman þá myndi maður samt ekki fá mynd af þjóðarmorði heldur bara einhvern veginn svona, þú veist, eftir 150 ár sko, ef að Ísraelin tekst að þurrka út Palestínumenn eins og þeir virðast allir gera þá kannski stöndum við bara uppi með að reyna að komast að því einhvern veginn hvað gerðist og hvernig og fjölmiðlar og þessar fréttir sem við höfum ekki eftir að aðstofa okkur neitt í því að þetta er svona bara eins og heitur pottir sem hefur verið að hækka upp hálfa gráðu í senn sko. Og það er engin að setja hlutin í samhengi sko.
Svo kannski þú segir að þetta sé grímulausar núna en samt raunverulega verið að biðja að þetta verði ennþá að gríman sé tekið niður og bara einhver svari fyrir þetta. Þú veist, að þetta sé ekki bara eitthvað svona norm, þetta sé bara svona sé þetta, einhver funksjón og svona bara gangi þetta fyrir sig, að þetta sé fagmennskan sjálf eða eitthvað svoleiðis. Það allt í einu beðið og þú ert að beðið bréfið þínu til dæmis bara rökstuðning og bara af hverju þú veist, hvers vegna fréttastofan svona eiginlega hlutdræg? Af hverju svona hlutdræg? Hver það sem að, það einhver sem að skipti sér af og segir að það megi ekki vegna þess að þá verði svo mikil ólga og mótmælendur fara á fullt og þessi öryggis ástæður eða... Pressa frá sendiráðum eða ég veit ekki hvað. En sko ég einhvern veginn ekkert sérstaklega bjartsýnn samt sko á að neitt breytist, þú veist, sko, sérstaklega ekki kannski hjá fréttastofu. Við erum með það bara einhvern veginn afhjúpast allan heim að þessi fasíska undiralda sem að hefur verið að sækja sér veðrið víðar og víðar að setja mark sitt á borgaraleg réttindi fólks. Og sannleikurinn náttúrulega sko fyrsta fórnarlambið í þeirri og í rauninni ef við fyrir nokkur ára aftur í tíma þá sjáum við alveg hvernig hefur verið markvisst grafið undan staðreyndum og sko vægi þeirra í samfélögum og sem sagt svona basis fyrir stefnumótun og skoðanamyndun. Og það einhvern veginn, þú veist, hafa kannski fjölmiðlar leikið einhver leiti tveimur skjöldum eða haft mjög mikilvægt hlutverk bæði sem sko aðhald sem þau vissulega hafa margir hverjir gefið en líka sem sko gerendur í þessu og við sjáum bara náttúrulega hvernig þetta í Bandaríkjunum það sem að í rauninni bara í rauninni risastór málgögn repúblikanaflokksins og svo eflaust einhverjir harðsvíraðir demokratar líka sem að toga einhverja spotta á öðrum stöðum og slíkt sko. En fyrir vikið þá fáum við einhvern veginn aldrei sko svona yfirvegaða túlkun á raunveruleikanum. Svo náttúrulega að segja að það margir svaraðir það ekki til sko, það náttúrulega þetta bara aftur í hvaða lið þú ert og svona það þetta heimsbyggilega afstæða sem að mörguleiti náttúrulega rétt, öfurlega rétt, þú getur aldrei fundið þín algilda sannleika en það svolítið búið að misnota þetta fyrst manni í þessari umræðu. Þannig ef að þú ert að biðja fagmennsku og meira hlutleysi að þá kannski svarið stundum, já, þú veist, ekki getum við farið að vera með þína skoðun sem þá allt og mikið í hináttina, þú veist, einhver staðar verður við að vera. En svo kemur líka þess að þú segir það skiptir máli, það verið að brengla staðreyndir og það virðist kannski ekki skipta máli að senda eitt bréf til maður eins og þú sendir bréf til fréttastofunar því ekki svarað. En heldur að skipti ekki samt máli einhvern veginn, að við séum sko bara að við séum vakandi fyrir þessu og séum verði og svona akkurat núna bara til þess að þetta festist ekki alveg endanlega í sessi sko, ruglið. Ég svona eiginlega hálfgerður nýhilisti og svarsinsmaður sko, en ég held að það sé eiginlega engin önnur leið fyrir okkur að vera. Ég held að svona eftir því sem ég eldist, þá finnst mér bara eins og heimurinn skiptist svolítið og sko mannfólk skiptist svolítið í ákveðna persónuleika. Það eru sumir sem að bara einhvern veginn láta sér allt linda og einhvern veginn kippa sér ekki upp við þjáningar annara til að mynda sko, og svo aðrir sem bara geta ekki hort framhjá einhvers konar óréttlæti og miskunnarleysi. Það er náttúrulega bara sko bursið frá því hvort það skilar einhverju þá kannski leiðin líka tilgangurinn sko í einhvers konar aktivisma eða
eða baráttu. Þetta er náttúrulega kvöldu barátta, þetta er ekki lapp í garðinum, það er bara einhvern veginn. Nei, en þetta er svona barátta á hverju tægi, þetta er ekki svona að því að tilgangurinn helgar kannski ekki alveg öll meðul eða finnst manni eða það er alltaf spursmál sko, hversu langt máttu, en það eins og þín færsla, hún er þessi kröftug en hún er mjög hvað var að segja, hún er svona fagleg eða þannig, þú ert ekki, þú auðvitað sakar fréttastofuna þarna hræsni og bara, hvað er það hlutrækni en þú ert sko, þú gerir þótt þú sért nýhilisti þá lítur að gera þér einhverja smá vonum að einhver muni hlusta eða Já, ég ætlaði að lifa ekki einhvers staðar inni sko. En ég svona kannski ég er ekkert viss að þetta er náttúrulega bara einhver svona dropi í hafið það skiptir kannski líka máli að valdið hvort sem það gefur eftir eða ekki finni að það er einhver mótstaða sko. Já. Og þessi mótstaða getur verið bæði líkamleg þegar við mætum á mótmæli eða mætum á staðinn eða það sem ég hef stundum verið að gera er að reyna allavega að hringja í að ráða fólk sko og koma minni skoðun á framfæri, það er ekki allir sem svara en að þau sko finni fyrir því að þau geta ekki bara gert hvað sem er og valtað yfir fólk eða skila hvernig vinnu sem er það hlýtur líka að hafa einhvers konar áhrif sem maður bara tekur ekki einu svona endilega eftir sko. En er það ekki líka að þú segist vera fjölskyldumaður og ert fjölskyldumaður er þetta kannski hluti af líka bara af uppeldinu að sýna börnunum fram á einmitt að maður ekki bara að láta eins og ekkert sé og að... Nei, ég hugsa það og ef maður sko er að kynna sér til dæmis sérstaklega að fylgjast með hvernig málum er háttað í Palestínu þá svona alveg sérlega ómögulegt að sitja kyrr sko ef maður gerir bara setur einhvers konar samhengi á milli barnanna þar og manns eigin barna en já, mér finnst mjög mikilvægt að allavega ekkert endilega innræta ég passa mig mjög vel að innræta ekki börnunum mínum einhverja ákveðnar skoðanir en að gefa þeim tólin til þess að mynda sér hvaða skoðun sem það er þá en að gera það þá út frá einhvers konar eins og ég reyni til dæmis í þessu erindi mínu að taka saman sko staðreyndir, púsla saman púslubitunum og geta þá tekið einhvers svona upplýsta ákvörðun og það er rauninni það sem að ríka er hægt að yfirfæra yfir á fólki sem les fréttirnar að þau geti þá fyrir vikið, ég meina það eru þúsundir manns sem að skoða ekkert annað en forsíðun á RÚV, kannski ekkert nema fyrirsagnar einu sinni fullt af fólki sem er ekki að fylgjast með Guardian eða einhverjum sérstökum sjálfstæðum fréttamönnum á Instagram eða hvaðina þetta fólk, þetta er bara það eina sem það fær og þetta sko fyrir vikið verður þeirra val afstöðu ekkert lifandi það var einhver heimspekingur sem að talaði ég held að vera William James sem talaði sem sagt hvernig fólk myndaði sér skoðun og svona eina forsendunum fyrir því að þú í rauninni myndiði skoðun á hverju sem er að valið sé sko að valið afstöðuna sé lifandi þú hafir einhverja ástæðu til þess og í þessum málum til dæmis við bara verið að sjá að fólk er að vakna til lífsins svolítið varðandi hvernig ástandið er þarna því miður þá er valið allt í einu orðið sko lifandi fyrir þeim. Hvað getur útskýrt það betur svona fyrir hlutendum, valið sé lifandi? Segjum bara sem svo sko að það séu kosningar í nánd og þú ætlar að velja hvaða stjórnmálaflokk vilt kjósa einhvern veginn það sem að stendur þér næst eru bara svona ákveðnir hlutir sumum er bara slétt sama innflytjendur
öðrum slétt sama verðbólgu og annað slíkt. En að einhverjum ástæðum þá eitthvað sem að tikkar í bóksinn hjá þér og þú reynir að haga valiðinu eftir því. Já, út frá þínu lífi svona. Já, svolítið út frá þínu lífi og fólk gerur oft lítið úr vægi tilfinninga til dæmis við skoðanamyndun. Að maður að vera svona kaldur og mynda sér einungis skoðun út frá hörðum staðreyndum en tilfinningar eru í svona að vekja með fólki tilfinningar eru þetta forsenda þess að fólk gerir nokkuð þess að taki nokkra afstöðu og með svona fréttaflutningi eru engar tilfinningavaktar og þú getur í rauninni bara skrollað yfir já, nýju starfsmenn Rauða Hálfmánans fundust látnir leðilegt hvað þetta allt flókið þannig í Ísrael og þú tókst fleiri dæmi ef maður einhvern veginn en ef maður einhvern veginn lesa aðra fréttir eða einhvern veginn svolítið vakinn til lífsins þá þýðir það að þú þarft að fá ógeðið stundum og mér finnst til dæmis RÚV bara að vera að forðast ógeðið en það ógeðið sem gerir þig reiðan og þegar við verðum reið þá byrjar einhvers konar þrýstingur og einhvers konar þrýstingur skilar sér í pólitískri stefnu ef það engin þrýstingur, ef það engin reiður þá sjá ráðherrar og ráðamenn enga ástæðu til þess að gera nokkuð skapaðan hlut þau vilja bara óbreytt ástand til þess að ekki leikurinn gerður af því að það náttúrulega bara þægilega að hafa óbreytt ástand væntanlega og kannski bara eðlilegt í rauninni að fólk sæki í það en við verðum einhvern tíma á stundum að taka skrefið það svona mín skoðun á þessu og þú nefnir þarna þetta verður mjög svona já, þetta verður dálítið svakalegt af því að þetta tekur tíma sinn þú ert að bera saman hvaða leitar þú upplýsingar eða færðu upplýsingar svona frá ýmsum fjölmiðlum heiminn og ég nú kannski ekkert ég engin fjölmiðla nörd ég fylgir svolítið með Guardian mér finnst það hafa verið svona þú veist það alveg hægt að gagnrýna það blað fyrir ýmislegt en þau eru allavega að reyna að stunda einhvers svona sjálfstæði og óháða blaðmennsku og oft mjög við hafa svona einhvern veginn greinilega fjárhagslegt bakland til þess að gefa sér svolítið svona meira ráðrúm og meiri tíma til þess að vinna fréttirnar sem eru oft mjög góðar auðvitað veit ég að RÚV hefur ekki þetta bólmagn það er bara staðreind sem við verðum að horfa á sanngjarnum augum. Mér svo skrítið að vera að tala alltaf með því of mikið fjármagn til Ríkisútvarpsins ég verið að segja mér bara ekkert of mikið það ætti bara að vera meira og þá meiri auðvitað krafa fagmennsku og þessi og gefi sér tíma, það er virkilega þörf á því finnst manni Já, einmitt, það er einhvern veginn þú veist, maður veit aldrei það er ekkert meira fjármagn er ekkert alltaf heldur málið, þú veist, það er kannski bara skilvirkni þess líka, ég meina það er hún getur alveg dælt kannski fé í þetta batteri en ef það er útvarpsstjóri sem að bara vill ekki rugga bátnum þá verður það bara þannig en ég hef svolítið fylgst með Guardian en ég hef líka svona síðan allavega þetta stríðbraust út og síðan ég fekk mér snjallsíma fyrir 1,5 ári verið að leita upp í einhverja svona reikninga á Instagram og þar fær maður ógeðið svolítið beint í æð sem að ég stundum bara þarf að kúpla mig út úr líka en það er líka svona beinn við getum alveg kallað þetta fréttaflutning frá fólki á svæðinu á staðnum sem að fjölmiðlum er bannað að fara inn á Gaza til dæmis og það er bara að tala afar hættulegt þetta er í rauninni þetta er sá fréttaflutningur sem að fær frá svæðinu og þetta er vitnisburður fólks sem eru að upplifa þessa hluti og er auðvitað að afskrifa það bara sem hlutdrægt og auðvitað það að einhverju leyti en það er líka, finnst mér mistök að horfa ekki til þess til dæmis við vinnslu
Já, það er náttúrulega ekki þar með sagt að það sé ekki staðreind, sko, eins og þú segir, því það er kannski, og endarum er þetta með hlut, að vera alveg hlutdrægur er kannski erfitt, en það að koma sér saman kannski eitthvað, að þetta gerðist og það eru þetta mörg vitni og það er ekki hægt að neita því að þarna bara eiga sér stað hræðilegi hlutir og það er bara, það eru vitni frá fyrstu hendi, það er ekkert svo erfitt að finna kannski vitnisburð það. Þannig að þetta getur ekki annað að verið pólitísk ákvörðun hjá Fréttastofu Ríkisútvarpsins nema hún sé bara einmitt af, það er eiginlega, hvort er verra, þetta sé eiginlega það lítil fagmennska og lítið svona bolmagn til að vinna úr þá upplýsingum, sko, þá er ástandið náttúrulega orðið mjög slæmt, sko. Ég myndi vilja kalla þetta einhvers svona gervi hlutleysi, sko, af því að þetta er ég hugsa, sko, hugsunin í grunninn hjá Fréttastofu RÚV er að vera sem hlutlausust. Það er ákveðin krafa og það er það sem við viljum raunverulega. Það er ákveðin hlutleysi. Já, en sko, svo er bara mjög erfitt örugglega fyrir fólk að draga þessa línu, sko. Hvað er hlutleysi og hvað er hugleysi og hvað er, sko, hvenær ertu farin að ljúga að fólki í krafti þess sem þú segir ekki til þess að halda einhvers konar hlutleysi. Svona mín tilfenging núna er að það sé bara hreinlega að vera að halda ákveðnum staðreyndum frá fólki til þess að láta Ísrael hafa einhver svona áru lögmætis. Af einhverjum ástæðum sem að ég er ennþá bara ekki, ég skil ekki ennþá. Hvaðan kemur þessi krafa að við ætlum að gefa Netanyahu sem er eftirlýstur stríðsglæpamaður dómstóls sem að við viðurkennum. Af hverju fær hann dagskrárvald í fréttum RÚV? Og auðvitað þú veist, best að halda því til haga að þau reyna líka að sýna hina hliðina. Já. En það hallar á, það er alveg held í málmanna, en sko það sem eins og við höfum áður rætt, sko, ef að þú lest kannski Morgunblaðið eða aðra miðla sem eru ekki hafa ekki þessa eða eiga ekki að hafa þennan trúverðurleika að vera ríkismiðill eða svona almanna útvarp, þá er þetta ekki hissa, sko, þótt þú lesir eitthvað bara beint haft eftir Netanyahu og hans réttlætingar og þú getur bara fussa og segja þig við því, sko, og hendi frá þér það sem er svona eins og sárt og alvarlegt. Það er þetta þegar einhver skákar í skjóli, eins og þú segir, hlutleysis. Já, og kemur fram sem hlutlaus miðill, sem þessi faglega viðmiðun og er það síðan ekki, og þess vegna held ég að sé svona margir opaslega ósáttir, sko, af því að það er svo mikið púður virðist vera lagt í að sannfæra okkur þetta hlutleysi. Það er ekki þessi auðmýkt, eins og til dæmis kom líka fram í þessu ástulum, það er engin auðmýkt að segja, það er alveg rétt, við bara gerðum mistök. Akkurat, og maður sé svona eins og einhver talaði svona þess samtryggingu, sko, rétt að manna að rjúka allir upp, sko, þegar þeir eru gagnrýndir. Já. En gagnrýni á bara mjög oft rétt á sér og það er ekkit óeðlilegt við það að vera gagnrýndur. Ef maður ætlar að gera eitthvað, ef ætlar aldrei að gera mistök, þá gerir ekki neitt. En það þarf þá að vera einhvers konar, eins og þú segir, og auðmýkt eða hógværð, þar sem að þú ert og fagmennska í rauninni að geta þá tekið við því og unnið úr því á uppbyggilegan hátt. Boðið upp á einhverja samræðu, það sem er réttlætingir, en ég veit ekki hvar, þú skrifaði bréf, þú fær ekki svar, en ég veit ekki hvað var í næsta skref þá að kæra og þú til þess að koma frá þessari umræðu, sko, til að koma báðum sjónarmiðum, ég veit ekki hvað, en ég vona bara að þú heldur áfram að fylgjast með og veita aðhald og við öll verðum að gera það, af því að upplýsingu óreiðan, það er held í málmanna, hún eykst nú frekar, þess að við megum alveg vera vakandi. Já. Og minna hvert annað á. Áskorunin er kannski svo að ná til fólk sem er ekki bara sammála manni. Já. Og svona, einmitt, gera valið svolítið lifandi fyrir þeim. Takk fyrir. Finnur G. Olgursson,
leikmyndarsmiður í Borgarleikhúsinu, fjölskyldumaður, landfræðingur, heimspekingur, húsgagnarsmiður, ég hef ekki meira í af titlum og fréttagagrínandi. Kæra þakki fyrir að koma og segja okkur frá þessari og gafstu þetta út sem grein eða bara sem Facebookarfærslu? Bara færslu, sko. Já, þannig að við kannski þá kannski getur fólk farið og séð færsluna, hún er mjög athyglisverð. Ég þakka kærlega fyrir ykkur sem fylgdust með okkur í samræðunni og hugsuðuð ykkar og takk fyrir að líka bara segja frá samræðun okkar, það hjálpar okkur af því það vita nú ekkert allir samræðunni hérna við rauðaborðið. Ég þakka Laufeyju Líndal fyrir að varpa spjallinu yfir til ykkar. Við höldum áfram að pæla í heiminum og okkur sjálfum hérna við rauðaborðið eftir smá stund, ekki fara langt. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.